Jæja, Guðlaug, í dag ætla þú að sýna okkur eitthvað skemmtilegt. Já. Ég sé fyrir fram mig hérna, erum við að fara í kaffiboð eða hvað er þetta? Já, það vantar bollana, sko. Þetta er undirskálasafn sem að barst safninu núna í apríl bara á þessu ári. Það var í eigu Ólínu Ingveldar Jónsdóttur og hún var látin þá. Það voru dæturnar Jóhanna og Svandís sem kom með þetta til okkar. Og því fylgdi í rauninni saga Ólínu og svo aftur saga móðurinnar, Guðrúnar Kristjánsdóttur. Og kannski við byrjum á að fara eins í safnið sjálft. Það telur rúmlega 800 undirskálar og við fengum 152 stykki úr þessu safni. Og Ólína byrjaði að safna þessu, það er svona svolítið 1954, 1956 jólin, þá kaupir hún bollapör fyrir börnin sín 4 og ætlar að gefa þeim jólagjöf og þegar að árið er liðið, sem sagt, þá er ekkert eftir nema 4 undirskálar sem hún svo tekur bara og setur upp í skáp og svo bætist alltaf meira og meira í þetta safn og þessar undirskálar skráð hún allar mjög skilmerkilega. Til dæmis þessi hér, hún er númer 100 og þá getur maður bara flett í handskrifuðum pappirum hennar. Þetta er mjög skipulegt. Mjög. Alvöru safnari. Og þessi var í eigu Andreu Davíðsdóttur frá Norðtungu í Þyrárhlíð. Þessi fallega. En það var í rauninni þetta svona undirskálasafn er í rauninni svolítið lykillinn að hennar sögu sem er svolítið sérstök. Hún er dóttir vinnukonu sem hét Guðrún Kristjánsdóttir og óðalsbónda á Kaðalsstöðum sem hét Jón Ólafsson og hann bjó þar með móður sinni. Og hún var tekin af móður sinni þegar hún var 10 vikna gömul og komin fyrir í fóstri á Stóruskógum. þar sem hún bjó bara við mikla ást og umhyggju í 10 ár, þangað til að fóstrinnar lést. Og þá var hún þá var henni komið fyrir á Húsafelli hjá Þorsteini Þorsteinsssyni. Og systir þessa Þorsteins, hún varð síðar stjúpa Ólínu á Kaðalsstöðum, sem er svolítið áhugavert tvist. Hún lét mjög vel að vistinni líka á Húsafelli og hlaut menningarlegt uppeldi og til dæmis á ég alveg frábæra mynda henni með Júlíönu Sveinsdóttur og Guðrúnu á Húsafelli, Gunnu, sem er var stofnun út af fyrir sig og er efni í annan þátt, sko. Og sem reyndist henni vel og var í rauninni svona sú móðir sem að einhvern veginn gat komist í næsta að vera einhvers konar móðir fyrir hann á þessum tíma. Já, á Húsafelli þar var talað stjórnmál og skáldskap en aldrei náungan, víst. Og þar svona hlaut hún þetta menningarlega uppeldi sem hún talaði og henni var alltaf mjög kær staðurinn, hún heimsótti mikið Húsafell með afkvæmdum sínum. Þegar hún fæðist, sem sagt, móður sinni og föður á Kaðalsstöðum og er send burt, þá er móðir hennar aftur send að öðrum bæ í hreppnum, sko. Og móðir hennar, Guðrún Kristjánsdóttir, hún var mállaus og heyrnarlaus og var talað hana sem aumingja á þessum tíma. Og hennar saga er einkar svona stórbrotin líka. Hún var sjálf í rauninni af fátæku fólki og bjó á Hofsstöðum með móður sinni til 17 ára aldurs og þá var hún send í málleysingaskólann á Stokkseyri og þar var hún í 6 ár, þangað til hún var á 23. ári. Og það sama ár fæddist henni drengur sem hún eignaðist með ungum manni sem var líka mállaus í skólanum og hann var nefndur Kristján.
og hann var tekinn af henni og settur í fóstur. Hann lést 1903, þá var hann í orðin 4 ára. Henni fæddist annar drengur 3 mánuðum síðar sem hún átti með verkamanni úr Borgarnesi, Þórði Jónssoni. Hann var nefndur Ísleifur og hann var líka tekinn og settur í fóstur og lést 1,5 ári síðar. Og hún og nokkur annar fékk nokkuð að vita af hverju þessi börn dóu. Guðrún, eftir að hún fór úr vist á Kaðalsstöðum, þá fór hún á Stafholt og síðar var hún send að Sólheimatungu og þegar hún var 50 þá fluttist hún í Borgarnes eftir að hann féll frá bóndinn hann í Sólheimatungu. Kona sem hún bjó hjá þá. Það virtist ekki vera nóg að fá fátækra launin, heldur lét hún hana líka vinna fyrir aðra sko. Og svo 1946 eða 7 þá býður Ólína, dóttir hennar, sem hún hafði í rauninni aldrei verið í miklu svona sambandi að návígi við, að þá býður hún móður sinni að koma bara og vera hjá sér. Þar bara eyðir hún síðustu 18 árum ævi sinnar. Þar sem hún svona bara að hjálpa til á heimilinu og hugsa börnin. Og það í rauninni telja börn Ólínu að hafa verið bara bestu ár ævi hennar. Síðustu 18 ár ævi Guðrúnar í Skipanesi, svona 70 til níræðis. Þetta fyrir tíma velferðar ríkisins og illa komið fram við fólk. Já. Þetta ekki fallegt. Já. Hörð saga. Mjög, og bara alls ekkert einsdæmi. Og í rauninni líka þetta með að tala fólk sem aumingja. Og það getur maður leitt líkum að hefur ekki verið heldur Ólínu auðvelt að vera dóttir slíks aumingja. Akkurat. Þannig að, og það í rauninni líka svo í dag svolítið hlutverk stofnana eins og okkar, mennta og miðlunarstofnana eins og safna, að vera fjölrædda og segja sögur allra hópa, þessara hópa sérstaklega, þar sem vantar frásagnir, en við erum með þar sko. Og og það svolítið okkar ábyrgð að hætta að segja bara sögur sigurvegarana og sýslumannana og kóngana, heldur allra hinna sem að eins og í Guðrúnar-tilfelli voru bara mállausir sko. Í orðsins fyllstu? Í orðsins fyllstu, já. Og þetta spinnur út frá þessu skemmtilega safni. Já. Sem þetta nú eiginlega með áhugaverðari safni sem ég sé. Þetta undirskálatar en engin bollar. Já, þetta mjög skemmtilegt. Þetta mjög fallegt sko. Þetta setur mann býr til smá spurningar í hausnum. Já. Hefur þakkaði fyrir þetta. Já, og við bara sjáumst vonandi fljótt aftur. Já, endilega. Takk fyrir.